Inn í Austurstræti snara slétt og strauga skónum með brosófur og tyggigúmmí í munninum. Mér fannst þetta miklu skemmtilega þegar Austurstræti var hérna og Karnabæri var hérna. Ég var nú að vinna í Karnabæi, smá tíma, aðeinslega gaman. Nú Sill og Valdi hérna beint á móti og allir bankarnir hérna, Landsbúnaður Útvegs og já, hvað við segja, verslunin hérna, einn fallegasta verslun sem var á Íslandi hérna, Egill Jakobsson og Sís, það var fyrsta svona magasínið eiginlega sko, var ekki fyrsti rúllustíginn sem var þar sem kom upp, þetta var á nokkrum hæðum sko og sjálfopnandi gluggarnir sem margir löbbuðu á, maður þetta ég held að ég var labbað á hann eins og hún opnaðist ekki, ég sá ekki, það var gler sko svona. Það var ekki að nema þig, neminn? Nei, þeir nema mig ekki, ég er ekki með nú mikla nærveru svona, eða eitthvað, útgeislurinn er engin. Þá fannst mér Austurstræti ofboðslega skemmtilegt sko. Já, var þetta hreinu væntumþykja sem leiddi til þess að þú samdi lag um? Já, það má segja það, mér fannst Austurstræti svona skemmtilegasta gatan í Reykjavík og hérna var einhvern veginn, maður fór niður í bæ, þá fór maður niður í Austurstræti, labba hérna og fallega búðir og svona. Nú bara finnst mér ekkert verið að gerast en það er bara allt hægt, pósthúsið eiginlega að mörgu leyti hægt og minnka það og svona og alla búðir búið að breyta þeim í pubba og svona og nú þori ég ekki bara að hengja niður sko, það kvöldi til.